Ég held að við þökkum Steinunni fyrir þetta mjög svo greinargóðu frásögn af hennar reynslu. Hljótum að skila góðri kveðju til hennar. En næst kemur hér Íva Marín og ætlar að koma hér innlegg sína reynslu sem er margvísleg og það spurning með hljóðnemann, Íva, hvort þú vilt setjast eða... Nei, þú bara stend bara. Ég held að það... Já, virkar mætt. Það kannski getur ykkur haldið á hljóðnema, kannski, ég veit það ekki. Ég get haldið á honum bara. Hvort sem ekki... Já, ekki máli. Svona, hægrist. Já, ég heiti sem sagt Íva Adrichem og ætla að reyna að tala stutt, aldrei þessu vant. Ég er 18 ára og útskrifaðist úr MH núna síðustu jól. Og ég tel mig eiga erindi á þessu málþingi og að halda smá erindi þar sem ég hef reynslu við bæði af sérskóla og almennum grunnskóla og svo þetta framhaldsskóla líka. Ég ætla að byrja á að tala mína reynslu af því að vera barn í sérskóla og svo tala grunnskólan í tengslum við uppvöxt ríkisstofnunar sem hefur hjálpað mér alveg gríðarlega mikið og svo kannski aðeins að tala framhaldsskóla og mína afstöðu til sérskóla í lokin. Þegar ég var 4 til 9 ára gömul þá gekk ég í sérskóla í Amsterdam sem var eingöngu ætlaður fyrir blind og sjónskert börn. Skólinn bauð upp á mjög gott nám fyrir börn frá 4 til 18 ára. Skólanum var þannig skipt að það var svona grunnskóli sem var frá 4 til 11 ára og síðan taka allir risastórt próf sem ákvarðar í rauninni framhaldsnámi sem þú ferði í frá 12 til 18 ára. En í skólanum var ekki gert ráð fyrir að nemendur ljúki stúdentsprófi, heldur aðeins svona, nú vantar mig orð til að þýða en svona atvinnuréttindaprófi, einhverju sem býður svo upp á enn frekara framhaldsnám í afmörkuðum starfsgreinum en ekki á háskólastigi. En grunnskólanámið sjálft þótti mjög gott og ég tel alveg að ég eigi því mjög margt að þakka, en hins vegar var félagslegi þátturinn mjög slakur. Að því leyti að þarna stundaði fólk nám frá bara öllu landinu nánast og það var mjög erfitt að eiga félagsleg samskipti við bæði þá sem bjuggu í hverfinu, mínu heima hverfi og líka bara við skólafélagana sem bjuggu oft í 1,5 tíma fjarlægi jafnvel frá skólanum og mínu heimili. Þannig að ég tel samt að skólinn hafi gefið mér mikla reynslu og hafi gefið mér rosalega góðan grunn í því sem ég kann núna. Ég flytt til Íslands árið 2007 og þá eiginlega ákveðið gat í skólakerfinu þar sem allir sérskólar voru lagðir af og meðal annars blindradeildin í Álftamýraskóla sem lokaði 2004 og frá 2004 til 2009 var í rauninni engin þjónusta í boði fyrir blind og sjónskert börn nema það var einn ráðgjafi sem sinnti kennslunni á öllu landinu. Þannig að það er alveg vitað til dæmis allavega blinda nemendur sem flutt úr landi af því að það var ekki næg þjónusta í boði fyrir þau á grunnskólastigi. Þannig að við flytjum þarna í svona eiginlega algjört tómarúm og það er samt í vinnslu að stofna ríkisstofnun í formi þekkingamiðstöðvar sem á að sinna ráðgjöf fyrir blinda og sjónskerta nemendur og þeir sem voru aðilar að þeirri stofnun eru meðal annars foreldrar mínir og annað frábært fólk og í raun, þessi stofnun verður að viðurleika 1. janúar 2009 þegar ég er á 11. ári og búin að vera í grunnskóla á Íslandi nánast án þjónustu í 1,5 ár. Þannig að þá var algjör bylting og ég gat loksins með góðu móti haldið í við mína jafnaldra. Auðvitað var samt alveg einhver þjónusta til staðar en engin ráðgjöf eða útvegun kennslugagna á aðgengilegu formi.
ég náttúrulega, kennararnir mínir fengu við stofnun og tilkomu þjónustuþekkingarmiðstöðvarinnar fyrir blindi og sjónskerta mikið utanumhald og svona, já, með stuðning í að gera kennsluna sem besta fyrir mig og þessi miðstöð mitt vinnur algjörlega á einstaklingsforsendum þannig að þeir aðlaga sína ráðgjöf og starfsemi að hverjum nemanda eftir bestu getu. Þetta hefur hjálpað mér rosalega mikið og í rauninni var ég að ræða við mömmu í gær og hún einmitt segir að ég hefði bara svona vaxið svolítið með miðstöðinni alveg frá því ég var í 5. bekk og þangað til ég útskrifast núna úr framhaldsskóla. En í almenna grunnskólum á Íslandi félagslega að þá naut ég mín oftast mjög vel. Ég var alltaf með stuðninginn í bekk en þráði rosalega mikið að vera partur af einhverju svona heild. Ég var aldrei svona alveg með þó að það hefði auðvitað verið reynt eftir fremsta megni og auðvitað innan hérna skólans voru líka aðilar sem fannst þeir vera að taka á móti einhverju vesalingsbarni sem hefði aldrei, neina burði í að læra og svona og það, ég fann alveg svolítið fyrir því sem barn að því ég var sérstaklega með ákveðin kennara sem hugsaði á þann hátt að ég væri lítið barn sem þurfti að passa upp á alveg sérstaklega og gæti mjög líklega ekki lært mikið og það mótaði mig og gerði mig að frekar erfiðum nemanda sem átti, já, svolítið svona var alltaf í baráttu og kannski ég þess vegna svona mikill nagli ennþá stundum get aldrei lagt neitt frá mér og bara svona mjög svona baráttu glöð oft en mér finnst samt í heildina litið að ég hafi komist rosalega vel frá skólanum og hef fundið sjálf á einskynni rosalega mikið fyrir breytingum í þessu kerfi varðandi skólan aðgreiningar. Og sérstaklega þegar ég kom í framhaldsskólana þá voru eiginlega bara breyttir tímar og þá fékk ég ekki lengur aðstoð í bekk sem ég var sjálf rosalega sátt við af því að í lok grunnskólans voru mínir aðstoðarmenn eða sem átti að vera svo farnir að gera frekar lítið af því að ég var farin að spjara mig svo vel sjálf með tölvuna mína og námsgögnin mín og bara hélt eiginlega og púlaði þetta bara ein. En auðvitað það náttúrulega bara mismunandi eftir nemendum, ég bara tala út frá minni ein reynslu. En í framhaldsskólanum þá var ég bara inn í öllum almennum tímum, gat alltaf sótt mér einhvern stuðning hjá námsráðgjafa eða þeim sem voru með opin námsvör í MH sem er eitt af frábærasta sem til að mínu mati. Þóru Valgerður, takk æðislega. En já, þannig að í rauninni fannst mér framhaldsskólinn frábæra því ég var nemandi á eigin forsendum og er rosalega þakklát þó ég hafi verið þar í alltof stuttan tíma. Og svo að lokum langar mig að tala mitt álit á sérskólum og skóla án aðgreiningar á Íslandi. Ég hef lesið mér svolítið mikið til og upplifi að það séu margir sem finnst ennþá vera ákveðið gat í kerfinu. Náttúrulega þjónustu- og þekkingarmiðstöðin fyrir blinda og sjónskerta er fyrst og fremst náttúrulega bara afmörkuð til eins fötlunarhóps sem hefur bara verið haldið mjög vel utanum miðað við marga aðra, svona eins og ég skil á upplifi. Og maður hefur, ég hef allavega verið að fylgjast með umræðu byggingu og stofnun nýs sérskóla á Íslandi þar sem það er bara einn til staðar sem maður þarf mjög ströng skilyrði að uppfylla til þess að komast í. Og ég er alveg svakalega tvístígandi í þessu máli þar sem almennt séð er ég á móti sérskólum af því að ég tel að vera félagslega heftandi fyrir börn. Að líka því leyti að sérskóli nær yfirleitt bara til grunnskóla og hvað tekur svo við? Þú veist, það er ekki hægt að, eins og í Hollandi, það er ekki hægt að henda börnum sem hafa alltaf verið í sérskóla bara beinustu leið í háskólan. Og einmitt, ég vil líka fylgja svolítið með sérskólanum sem ég var í Hollandi og hef verið að tala við ákveðna nemendur og ég fekk alveg svona nett áfall daginn þegar ég hittist eða talaði við stelpu sem hafi verið með mér í bekk og hún er ennþá að gera nákvæmlega sömu hlutina bæði allavega svona félagslega og fyrir 10 árum síðan. Hún er ennþá, þú veist, að æfa sund á nákvæmlega sama stað við gerðum og er ennþá að spila blokkflautinu sína 19 ára gömul. Mér finnst það svolítið sjokkerandi en það er kannski bara ég með einhverja sleggjudóma, ég veit það ekki. En hins vegar finnst mér þegar það er svona gat í kerfinu að foreldrar og fagfólk
verða að berjast fyrir hönd barnanna sinna af því að sérskóli veitir vissulega mun meiri menntunartækifæri fyrir marga fötlunarhópa heldur en hinn almenni grunnskóli og meira utanumhald og þess vegna finnst mér ekki sanngjarnt að dæma eins og margir hafa gert að foreldrar, foreldrar séu að aðgreina börnin sín vísvitandi og eitthvað svona og ég var einmitt svo reið daginn, var að lesa, að taka þátt í umræðu á netinu þar sem einhver alvitur einstaklingur ákvað að gala ofbeldi og vanræksla, þú veist, gagnvart börnum sem yrðu látin í sérskóla hafa verið og jafnvel þeim sem hafa haft góða reynslu og ég ákvað að blanda mér aðeins í málið sem manneskja sem hefur reynslu af bæði sérskóla og hrósaði sérskólum á einhvern hátt og þá var ég bara talin meðvirk með foreldrum og bara meðvirk með kerfinu og það má aldrei hrósa kerfinu og ég á bara að vera á móti öllum og mér fannst þetta ekki sanngjarnt og ekki fair þannig að ég held að þetta sé bara fólks er valið og á að vera og auðvitað eftir aldri og þroska barnanna þá eiga þau að taka eins miklar ákvarðanir sitt líf og mögulega hægt í samráði auðvitað við foreldra og sérfræðinga og kennara. Já, ég held ég sé runninota tíma en ég bara vona að einhver hafi grætt eitthvað á minni reynslu og erindi á þessu málþingi og mér langar bara að þakka öllum rosalega mikið fyrir að vera frábærir og halda málþingið og bjóða mér hingað. Takk fyrir mig.